Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. En hér með mér í þessum lokanikk engin annar, það er rockstjarna í húsi, það er náttúrulega þýðir ekkert annað en að enda þetta með stæl. Ég var rockstjarna, ekki? Já, svona veistu hver ég var? Nei, þú ert rockstjarna lífsmíns. Krummi Björgvinsson, vertu velkomin. Takk hérlega fyrir boðið. Gaman að vera komin. Bara svo frábært að við höfum talað oft að taka þetta spjall og svona viðtal, ítalegt viðtal. Ég held ég að við fyrst beðum það sko fyrir svona 15 árum á Fréttablaðinu. Þá veist eitthvað, nei. Nei, segja nei við viðtal. Ég held að með þess að Gunnar Smári hafi boðið mér að koma á Rauðaborðið og ég einhvern veginn áþakkaði. Ég var upptekinn við eitthvað annað. Já. En loksins er ég hér. Hér ertu. Og hér allt rautt. Og hér allt rautt. Það er svona Twin Peaks fílingur í það. Já, það er þægilegt. Ég held að rauður litur þótt hann sé, fullur af, alls konar sterkum tilfinningum, þá er það líka alveg róandi litur líka. Er það ekki? Jú, hann er svona... Það er heitt. Það er vissulega, eða svona notalegt, eins og við segjum. Það verður mjög notalegt hérna í þessu stúdíói. En kannski bara, mér langar svo bara að svona fara svolítið svona á dýptina. Hver er Krummi? Það þekkja þig allir. Ég meina, þú eins og ég segi, rockstjarna með stæl og einhvern veginn hefur svona svo þróað, ég veit ekki, kannski svona þinn stíl og þinn presens svona í fjölmiðlum, seinna meir fjölmiðlamaður, náttúrulega sjálfur og mikill grúskari. Já, fólk segist, þú segir að fólk þekki mig, en það er kannski ekki alveg rétt. Ég meina, þekkið við ykkur? Nei, einmitt. Þú veist, innst inni. Akkurat. En ég hef aldrei litið á mig sem rockstjörnu nema kannski þegar ég var hann ynggri, þegar ég var ungur maður. Þú varst alveg svona íkt mikið stjarna. Já, ég meina, það var ekki annað hægt að nema leika þetta hlutverk sem var settur í og ég gerði það alveg ágætlega og sem betur fyrir brendi ég ekki margar brýr á baki mér þrátt fyrir það gerðist. Og þannig lærir maður, þannig byggir maður sjálfan sig upp. Þú ert einmitt, sko, við töluðum það í bílnum og leiðninga að ég á núna dóttur sem er gömul og ég var þegar ég kynntist þér og ykkur strákunum. Ég var bara eitthvað svona 17 ára stelpa með stjörnur í augunum, yfir rockstjörnunum. Og þú varst ekkert voðalega hrifin af því að hanga með mér. Ég meina, það er náttúrulega, þú veist, þegar maður er að gera tónlist og tónlist sem þú ert að gera verður vinsæl, þá náttúrulega er svolítið svona að maður er eldurinn og þú dregur að þér alls kyns fólk. Litla stelpur. Já, stelpur og litla strákar líka. Litla strákar líka, einmitt. Og við vorum litlir líka, þú veist. Hvað voruð þið gamlir hann að? Þegar við fyrst... Svona þegar þið sláið í gegn, ég meina. Þegar við sláum í gegn, já. Þá er ég náttúrulega eiginlega bara 20 ára gamall. Tvítugur. Þá er ég bara tvítugur, sko. Við tökum þátt í músíktilraunum. Sko, búin að vera náttúrulega í öðrum hljómsveitum og vera í bílskúrnum sem sagt að slíðra sverðið, vera að æfa sig, bókstaflega. Maður var mjög ánægður að geta fundið hljómsveitarmeðlimi sem voru tilbúin til þess að vera með þér í hljómsveit og spila tónlistina sem við vorum tilbúin til þess að spila. Þetta er nefnilega svolítið svona einstakt, sko, að harmonisera svona með einhverjum... Það var bara mjög mikið afrek að finna réttu manneskjunnar til þess að vera með þér að spila með þér í hljómsveit og finna æfinguhúsnæði og sem var bókaður fyrstu tónleikarnir og það var meira háttur afrek. Í dag er þetta kannski aðeins öðruvísi því að það er miklu aðgengilegra allt. En eins og við vorum að tala að þá náttúrulega kynnist maður alls kyns fólki á þessari leið upp. Og eitthvað sem maður þarf að muna líka þegar maður er að kynnast fólki á leiðinu upp, þá þarf maður
að koma vel fram við alla af því maður hittir þetta fólk á leiðinni niður. Það er svona eiginlega besta ráð sem ég hef fengið. Það er mjög fallegt. Sem ég alltaf reyndi að hafa með mér. Fallegt og svona ljúfsárt. Já, ég meina það bara þannig. Það er náttúrulega bara, þú veist, þetta ris og fall og þannig lærir maður á sjálfan sig og þannig lærir maður á lífið. Hvernig varstu sem krakki? Ég sem krakki var mjög ofvirkur. Móðir mín sko man betur eftir mér áður en að ég byrjaði að mynda minningar lífið sem krakki. En ég var ofvirkur, ég var mikið fyrir að leika mér, teikna og mála og fara út að leika mér og vera seint út á kvöldin og grátbiðja móður mín að leiða mér að vera úti í skotbolta eða hvað sem var sem við vorum að leika okkur á þeim tíma. Og var mikið svona barn sem hafði gaman að því að leika mér. Ég var svona svolítið sveimhugi, draumkenndur. Sen ég átti nú ekkert voðalega skemmtilega skólagöngu þannig séð nema ég kynntist náttúrulega yndislegum vinum. Og ég sóttist í skólan eingöngu fyrir vini mína og vera í kringum fólk og allt það sem því tilheyrir. En ég átti erfitt með kennara og ég var alltaf að rífast við kennara og ég las mikið sjálfur bækur og ég var alltaf eitthvað, nei þetta er rangt hjá þér, ég las þetta var svona og þá myndaði ég svona mjög skrítin tengsl við kennara. Ég átti nokkra uppáhaldskennara. Og það var einn kennari sem ég hélt mikið upp á því ég var í Valhúsaskóla í 8. bekk sem hét Ólöf og hún kenndi stafsetningu. Ég elskaði stafsetningu, ég elskaði að skrifa og ég var óslega mikið inn í stafsetningu. Ertu með fallega rithönd? Sumir segja það. Ég reyna að skrifa fallega. Mér finnst það skipta miklu máli. Mér finnst það nefnilega líka skipta svolítið miklu máli. Og myndaði góð tengslið hana en hún því miður dó krabbameini og hún var lesbía sem ég hafði mjög mikinn áhuga á að fræðast manni. Og þá var ég að spyrja hvernig er það, hvernig virkar það og svona þannig að ég er mjög glaður að hún kynnti mér svolítið fyrir fjölbreytileikanum í lífinu. Já. Og síðan voru sumir kennari sem voru bara engan veginn þannig og hefðu engan áhuga á þeir og hún sýndi mér mikið áhuga á því að ég var ekki kennarasleikja þrátt fyrir að ég langaði að sleikja upp uppáhaldskennarana mína. Þú veist að vera að sýna að mér hef áhuga á því sem þau eru að kenna. Já, eða bara svona einmitt gefa þeim svona tilbaka það sem þér fannst að vera að fá. Þannig að ég var ekki alltaf, ég veit svarið. Þótt ég vissi alveg svarið þá var alveg, ég ætla ekki að þá tók hún eftir því og spurði mig, þú veist hvað finnst þér og ég alveg, já, veist, þetta er svona. Og þannig var svona mín skólagang. Ég átti mínu uppáhaldskennara og síðan átti ég mína kennara sem ég átti erfitt með og ég held að það hafi verið svona pínlítið erfitt fyrir mig. Þegar þú segir þú svona ekki uppáldi, var þetta fólk sem hreinlega bara skildi þig ekki, nefndi þér ekki? Ég held að það sé bara erfitt fyrir kennara að vera með 38-40 börn í kennslustofu og reyna að kenna þeim með sama námsprógrammi, skilurðu. Og ég held að ég hef bara verið pínu á skjön við það og ég held líka bara með að vera, þú veist, sonur pappa mín sem hann var frægur og ég fekk svolítið skít fyrir það. Fékkstu svona viðmót sem að var þá kannski svona, ég ætla ekki að gefa honum neina sérdvitt. Mér var strítt og mér var strítt að kennurum, sko. Ég held að ég var fæddur með silfurskeið í munnunum og eitthvað svona. En flesti kennarar voru bara mjög góðir. Ég vil alls ekki vera að segja að setja þau undir einn hatt, sko. En svona einmitt svona fólk, kennarar, þetta er fólk sem hefur svo gríðarlega áhrif á lífmanns. Alveg hrikalega og ég hef svo mikla mætur á kennurum. Og sérstaklega þegar kennarar ná sambandi við nemendur sína eða nemanda, þá finnst mér það að vera alveg, þá einhvern veginn gengur upp þetta
prógram, þetta system og líka sem því í maður skólum. alltaf eitthvað svo leitandi og maður einhvern veginn að búa sig til svona, on the go og maður bara, á mótunar árum og heilin á maður eins og svampur og þannig að það skiptir mjög miklu máli og þess vegna hef ég alltaf verið tilbúin til þess að berjast fyrir réttindum kennara, þú veist, launalega séð og hversu mikilvægir kennarar eru yfir höfuð. En þú varst í Landakotsskóla? Ég var í Landakotsskóla, já. Átt erfiða reynslu það? Já, það átti ég líka nú ekki, reyndar kynntist ég alveg yndislegum vinum þar sem ég eru ennþá vinir mínir í dag, ennþá nánir vinir mínir í dag. Og ég er rosalega þakkláttur fyrir það, en já, ég lenti sem sagt svolítið í leiðinda málum af því að Séra Georg og Margrét Múller sem eru nú eru farin, löngu dáin og þau fóru nú ekkert sérstaklega vel með nemendur sínar þar. Nei, það er eins og þetta. Andlega og líkamlega lenti ég illa í þeim og sem voru aðrir sem lentuðu miklu verri í þeim, þá kynferðislegt ofbeldi og þetta náttúrulega var maður ekki alveg átt sig á þessum tíma. Það var til dæmis eins og einn vinur þeirra sem var kennari sem heitir Hjörtur og hann var smíðakennari. Hann var svona sem var fenginn inn til þess að gera alls konar kennslustundir með nemendum og var engin kennari, hann var bara einhver stórskrítinn ofbeldissneiður maður. Bara beinlínis satisti og ég lendi mjög illa í honum. Hann fór mjög illa með mig og þau náttúrulega líka, en ég horfði alltaf björtu hliðina bara því að ég átti mína rosalega góðu vini þarna og var bara að rækta þá vináttu mest megnis minn ég var í þeim skóla. Ég átti aldrei erfitt með lærdóm. Ef ég nennti ekki að læra það bara eitthvað sem ég hafði engan áhuga á, ef ég hafði áhuga á einhverju þá ég átti úrslagið með að læra það og ég gatt alveg og með fínar einkunnir og allt það. Í hvað stjörnumerki ertu? Ég er Meyja. Eins og ég? Já. Ég er alveg... Já, ég er Meyja, 29. ágúst. Herðu, ég er 1. sept. Já, það eru bara 2 dagar hann á milli. Ég veit að við höldum upp á þetta saman. Rosalega. Og ég á marga vini sem eru meður, ekki viljandi gert, Nei, það er eins og að við skiljum hvort annað. Já, eflaust. Já, hausinn og fullu og allt þetta. En það er þetta, svona reynslur auðvitað mótamann. Já, móta mig mjög mikið. Það gerði mig mjög svona, ég var svona dílaði við reiði, þess vegna stofnaði ég hljómsveitir, spilaði aggressíva músík, var svona að semja tónlist gegn öllu óréttlæti og öllu því. Og bara svona öskri í mækinu fótast. Já, og fólk spyrir mig, hvað er svona reiður að öskri í mækinu svona bara, ég hef mér ástæður. En þetta er náttúrulega mótaði mig sem einstakling og gerir enn. Og en það er það sem lífið gerir, þegar maður er alltaf að vaxa. En hvernig er, Svala, systir þín og þú, ég meina þið eru kannski, ég ætla bara að segja það, með svona menningarlega, bara svona mestu nepo babies á Íslandi. Pabbi ykkar er stórstjarna og alveg svona á því kaliberi sem að þekkist kannski ekki alveg lengur í íslensku samfélagi. Nei. Svona öðruvísi æsingur og virðing og lotning yfir tónlistafólki fyrir einhverjum, ég meina, þú veist, hvað, 40-50 ára? Ég fann strax að ég þurfti að sanna mig meira en venjulegi Jói eða Jóa. Sem hjálpaði mér að verða betri í því sem ég hafði ástríðu fyrir. Og ég er engin gremja gagnvart því, en sumir myndu halda að þú myndir fá miklu meiri ást og alúð fyrir að vera sonur einhvers sem er dýrkaður og dáður, en þá er það eiginlega akkurat svona stundum öfugt. Já, fólk er að setja það svona in your place. Já, það fyrir taugunar á fólki heldur að þú hafi sem sagt fengið allt einhvern veginn á silfur fati, sem er náttúrulega bara ekki rétt. Þannig að, já, það var
svona flókið. En hvernig var að alast upp á heimili hérna með Björgvini Halldórssyni og Svölu dásamlegt. og mömmuðinni? Ég veit að þú ert mikill mömmustrákur. Ég er mikill mömmustrákur, já. Hún ól mig upp náttúrulega ásamt föður mínum og systir mín hjálpaði til með það líka. En faðir minn á þessum tíma sem ég var á mínum uppvaxtar árum, þá var hann náttúrulega lítið heima. Já. Hann var náttúrulega mikið að koma fram og spila hver einstu helgi og flesta virka daga. Þannig að móðir mín var heima, ekki heima vinnandi móðir, hún var bara stay at home mom, eins og maður segir. Já, hún var bara Já, og hún tók það að sér og gerði það mjög vel og passaði upp að ég myndi fá venjulegt uppeldi sem ég fékk. Þrátt fyrir það að við getum náttúrulega ekki stjórnað öflum sem fylgja því að vera á lífi. Það er engin, hvað ég segja. Já, maður lærir það á einhverjum tímapunkti í lífinu, maður getur einhvern veginn ekki stýrt öðru fólki. Nei, það er nefnilega það. Og auðvitað mótastu sjálfur á það sem er í kringu þig og hérna á samfélaginu. En móðir mín gerði rosa vel við mig og Svölu og hérna ég á líka bróðir, hálfbróðir sem heitir Sigurður. Einmitt. Sem mér þykir afskaplega vænt og elska mikið. Er hann í músíkan? Hann var í músík og tók þátt í söngvakeppni framhaldsskóla en hætti því snemma og gengur rosalega vel í lífinu í dag og fullt af börnum og barnabörn og hamingjusamlega giftur, yndislegri konu sem heitir Rakel. Og ég hef alltaf haldið mjög góðu sambandi við hann. Þið eru mikið fjölskyldufólk. Við erum það. Já. Og þegar faðir minn byrjaði að vera svona, það byrjaði kannski ekki að vera spilins mikið og hann gerði, þá náði hann alltaf að reyna að finna tíma fyrir okkur og kom rosalega vel fram með okkur, hjálpaði að stýra okkur í rétta átt í lífinu. Hann vildi ekkit endilega að við myndum fara í tónlist. Ég hef heyrt hann segja þetta einhvers staðar. Já, hann sagði bara ekkit vera að fara þangað því það er bara erfiður. Þetta er bara hark. Það er hark og það er erfitt og það hefur andlega áhrif á þig. Ég meina það er, og hafa allra augu á sér ekki 9-5 skrifstofuna, þótt að hún sé ekkit endilega auðveld. Nei, en þetta er einmitt, þetta er svona öðruvísi álag að vera alltaf einhvern veginn svona undir radarnum hjá fólki og... En þetta er bara sem ég ólst upp. Ég ólst upp við það að Laddi var bara heima eða Gísli Rúnar, pabbi var að pródúsera plötu með þeim og leikarar og tónlistamenn og pabbi dró mig í hljóðverið þegar hann var að taka upp og þar var ég að leika mér og var í kringum allt þetta, þessar sköpunar gleði og þessar listamenn og það er náttúrulega bara hafði þessi óstjórnlegu áhrif á mig sem ég gat eiginlega ekkert ráðið Þrátt fyrir það að ég var mjög þrjóskur svona til þess að byrja með, þá var ég mikið á hjólabretti og ætlaði bara að iðka hjólabrettamennsku allt mitt líf og ætlaði að vera atvinnumaður í hjólabretti. En einhvern veginn vissi innst inni að tónlist var svona mín köllun. Og sérstaklega þegar ég kynntist mínum vinum sem voru með sömu köllun og ég. Og það er Ívar og... Það er Ívar og það var Sigþór vinur minn og það voru þessi strákar sem ég kynntist bókstaflega út á Nesi. Og þar kviknaði áhuginn að alvöru fyrir mér. Þar fann ég mína fyrstu bestu vini og þar fórum við inn í bílskúr og byrjuðum að spila og lærðum bara sjálfur á hljóðfæri þrátt fyrir að ég fór í FIH og lærði þar tíma. Og síðan langaði mig alltaf til þess að vera myndlistarmaður líka og ég var að læra það svona on the side, fór í myndlistarskóla Reykjavíkur og ætlaði að gera það líka en síðan náttúrulega bara tók músíkin yfir. Við fengum fljótt plötusamning og ég þurfti bara að koma með pappa og segja að ég er ekki að fara að útskrifast. Þótti ég náttúrulega útskrifast auðvitað með samræmduprófin en ég fór í menntaskóla einhvern tíma en síðan sagði ég bara ég verði að hætta því ég þarf að fara á tónleikaferðalag. Og þau segði bara já, þú bara fylgir þínu innsæi og þínu ástríðu og þú vonandi vera hamingjusamur með það. Þú fékkstu alveg svona traust bara?
svona Ég gerði það, já. Farðu út í heiminn, litli minn? Já, það var þannig. Sko, þegar var kvartað undan mér við móður mína, þá trúði hún alltaf mér frekar en manneskinn sem var að kvarta undan mér. Þú ert svolítið svona augasteinninn hennar. Já, það má segja það. Guð blessunulega. Og hún hjálpaði mér mikið og faðir mér líka og þau bæði tvö. Og systir mín líka. Því ég var svona að apa eftir henni þegar hún var Ég meina, hún var bara stjarna bara sem barn. Ég var bara barn náttúrulega og hún var að koma með plötur heim, þú veist, hún var að koma heim með þegar Manchester shoegaze-senan var í gangi, Ride og Happy Mondays og allt það, Primal Scream, þá var hún að koma með þessar plötur heim og ég tók þessar plötur stal þeim bara frá henni hún er svona stóra systir sem ég þráði alltaf að eiga sjálf, ég er nefnilega elst. Hún var einmitt þessi stóra systir sem svona ekki, þú veist, sæt út úr herbygginu mínu og hæfileikarík hún með plakkutinn á veggnum og allt það, þannig að ég var mjög undir miklum áhrifum frá því og er rosa þakkláttur fyrir það að hafa kynnst, þú veist, virkilega góðri músík á þessum tíma og tónlist sem ég elska á ennþá daginn í dag. Manst þú eftir því þegar maður var yngri og maður þurfti svolítið svona að velja sér svona eina músíkstefnu og halda með henni, eins og fótboltaliði? Það kom einmitt svona seinna meir, þá einhvern veginn vildi maður vera tilheyra einhvers konar træp, sko. Já. Og það einmitt, þar var alveg mjög skýrt og einbeitt þegar til dæmis harðkjarnasennan var svona byrjaði að verða til. Brjóta sér upp úr svona undergroundinu einhvern veginn alveg. Og þá einhvern veginn fann ég svona hér á ég heima. Og náttúrulega við tókum þátt í því alveg svakalega og svona litum á okkur sem fánaberar þeirrar senu og það má segja að bjargaði mér bara frá ýmsu slæmu. Og því að sú sena var bara mjög góð og það dró að sér fólk sem kannski var ekki alveg að fitta inn í þessu venjulegu, en ég veit ekki hvað venjulegt en þar hitti maður svona sína svona lífsförunauta. Já, lífsförunauta má segja. Það er nefnilega svo merkilegt með þessa harðkjarnasenu, bara svona metalhausar eru ljúfasta, indælasta. Og svona með svona mesta jafnaðargeðið af öllu fólki sem alveg ekki spurning. Og ég hef oft velt þessu fyrir mér hvort það sé þú veist og við bara ég skal glöð bara setja mig í þá kategóríu líka að þú veist að einmitt þessi sena hún einhvern veginn býr til svona outlet fyrir þú veist tilfinningar með allt öðrum hætti alveg ekki spurning og ég meina það má segja að þetta sé mjög svipað og manneskjur sem aðhyllast íþróttir það fyllir vist, ég vil ekki kalla það tóm heldur, þú veist það fyllir upp ástríðina til þess að vilja gera eitthvað og hafa stefnu og harðkjarnasennan gerði það fyrir okkur því ég náði aldrei einhvern veginn að fylla inn í íþróttir ég stundaði fótbolta og æfði fótbolta í einhvern tíma en ég fann mig aldrei þar. Varstu góður í fótbolta? Það er svo mikill fótbolta á Nesinu. Ég held ekki. Ég var ágætur, ég var í Gróttu, skilur við. Já, ég þekki nokkra sem að tala ennþá með svona tár á hvarmi, bara Gróta. Já, það við töpuðu öllum leikjum maður. En ég var náttúrulega bara leitandi, reyna að finna eitthvað sem mér fannst ég bara hafa svona áhuga á svona leveli af ástríðu sem er gjörsamlega einhvern veginn að þú hugsar ekki neitt annað. Einmitt, eitthvað svona, ég nefnilega kannast við þetta og við erum mjög lík með margt, að þetta að einmitt ástríðan, það verður, þetta er þessi dópamínfíkn, það er þú veist, að þú verður að fá eitthvað svona... Já, fá tilheyra einhverju. Já. Mér finnst það að skipta miklu máli, sérstaklega á þessum brotetta aldri sem við vorum á. Já, og það verður að vera eitthvað svona, eitthvað sem að mótiverar þig til þess að halda áfram, Ekki spurning. Og heldur þeir við efnið. Og það er nefnilega nákvæmlega
sem held ég gefi hamingjusemi inn í líf fólks. Og þannig að, já, það tók smá tíma að leita og sem kom það bara. Ég meina maður þarf náttúrulega að vera opinn fyrir hlutum til þess að hleypa þeim inn og þá verður maður partur af þeim. En ef maður er ekki opinn, þá er erfitt að fá eitthvað inn í sálina til þess að finna hvað maður vill gera. Þetta einmitt sko að því að og nú hef ég talað við Frosta Lúðarsson, hljómsveita meðlim og lífsförunaut og vinur, já. Hér við borðið og við hefum verið að ræða sko karlmennsku og svona, þú veist, karlmennsku hugmyndir og þú veist, og þannig. Og það er einmitt sko körlum er svona þröngur, stakkur sniðinn með einmitt og þeim kannski leyfist ekki jafn mikið að leita og vera opnir og þannig að ég svona ímynda mér að það hafi kannski líka verið svolítið erfitt einhvern veginn að svona taka skrefið, stökkið. Ég held að það sé bara svona kannski öðruvísi vandamál. Ég held að konur díli eflaust við það sama líka. Ég held að það sé bara að forgangsröðun af vandamálunum er öðruvísi. En eins og ég segi, við erum öll að éta sömu skíta samlokuna, eins og ég segi alltaf. Nákvæmlega. Þú veist, en mér snýst allt kærleik fyrir mér. En þegar þú varst orðin bara, þú veist, þessi típa, þú veist, krumm í mínus, var ekkert erfitt að hætta að vera bara krumm í mínus? Nei, það er góð spurning. Það er góð spurning, af því þegar ég var á þessum aldri, þegar þetta fór allt í gang, þá var ég mjög áhrifagjarn og við höfum þetta búin að óska mér þetta í mörg ára. Þú ert búin að vera að skoða allir þessi tímarit og þú segir, einn daginn verð ég á coverinu á þessu tímarit eða ég get farið og spila með þessum hljómsveitum sem þú elskar. Ég verði svona low cut, buxum eins og Iggy Pop. Nákvæmlega. En síðan, og það kemur síðan allt í einu. Þú manifestar það og það gerðist í okkar tilviki sem var náttúrulega alveg dásamlegt og er mjög þakkláttur fyrir það. En síðan náttúrulega komst ég að því að eftir vissan tíma að vera í þessum leik, þá var pakkinn rosalega vel og fallega pakkaður. Með æðislega fallegum pappírum, með fallegan borða og æðislega fallegu korti og allt ógeðslega fallegt. Og sem þú opnar pakkan þá er hann eiginlega svona hálfpartinn tómur. Og það fekk ég svona vissa vitrun að hugsa, sko, þetta snýst ekki að vera frægur eða vera velgengni eða selja plötur eða vera dýrkaður og dáður út á götu eða eitthvað svoleiðis, heldur að gera það sem þú virkilega elskar og það er vera að skapa tónlist og vera tónlistarmaður. Þannig að fyrir mér fannst mér mjög auðvelt einhvern veginn að ég var nokkuð glaður að geta allt svona stigið aftur til jarðar. Og þá einhvern veginn kom öðruvísi vel í þann. Eitthvað sem ég var örugglega miklu frekar að leita að heldur en þessu tómu kjaftaði sem er frægð og allt það sem ég alltaf hafði svona nokkuð mikla óbeit af, sko. Bara með því að sjá hvernig fræð með föður minn og allt það og hvað það er svona innantómt rugl. En það er bara eitthvað svona, þú veist, staðalbúnaður fylgifiskur sem fylgir því þegar þú ert að gera einhvers konar sköpunarlist. Maður verður bara að geta séð hvað það er. Ef einhver fílar það, þá er það bónus. Það segir Orri alltaf. En bara að reyna að sjá það eins og það er og þú getur auðvitað að spila hana leik eins og þú vilt, en þú mátt ekki láta það gleypa þig. Einmitt. En þá líka er svo hætt við því, sko, að maður fari að skapa til þess að chasea, sko, öðruvísi sko, til þess að gera, þú veist, gangi í augun á öðrum. Einmitt, þá missur sjónar á því það sem af hverju byrjar á að gera þetta í byrjun.
Svala systir þín hefur talað um þetta, hún var svolítið rænd svona sínu identity á tímabili út í LA og það sem að hún hreinlega tapaði nafninu sínu tíma. Ég las við hana mjög ítarlegt viðtal fyrir einhverjum árum þetta, en hún einmitt talaði um þetta sama, sko, það var einhvern veginn búið að klippa af henni vængina, en svo átti hún bara að fljúga og þú veist, þetta bara... Þetta bara eins og, það nákvæmlega það, að klipptu vængirnir, þetta eins og þú færðir páfagauk og þú leyfir hann ekki lengur að fljúga, þú vilt hafa hann svo nálægt þér, þá klippur vængirinn hans. Það mjög góð samlíking. Hún komst að þessu sama og ég var að tala að þetta snýst sko, ef þú ert, sko, ef ein mannskja kemur upp að þér eftir tónleika, segjum, sem dæmi, og segir við þig, tónlistin hefur hjálpað mér og hefur haft mikil áhrif á mig og hefur gert gott í mínu lífi og það segir við þig, en svo skrítið og skulur ekki vera vinsælli og ekki fleiri aðdáendur, en þá áttu að hugsa, nei, sko, ef ég nóg fyrir þig, þá þú nóg fyrir mig. Er það ekki svona besta leiðin til að líta á þetta? Þetta mjög sósíalíst. Því að fjöldi skiptir í lengur máli þegar við komum að því að kjarna málsins. Já, ef að sköpunin hrein og bara svona einhvern veginn stafar af manni og þú veist, þá einhvern veginn og þá hún bara það og þá skiptir ekkert annað máli. Engin spurning. Og það einhvern veginn sem ég ennþá að læra og kynnast og ég ennþá vaxandi eins og við öll sem manneskjur því meira sem við göngum í gegnum því meira vöxum við og þeir skulum ekki vera hrædd við að segja hvað að okkur, við skulum ekki vera hrædd við okkar lesti, við skulum reyna einhvern veginn að taka þá inn og læra af þeim og ekki þykjast að sé allt fullkomið. Og það finnst mér eiginlega eina leiðin til þess að einhvern veginn lifa örugglega sómasamlegu andlegu lífi, þú veist. Eitthvað sem þú sérð eftir, svona eftir á hyggja? Það kannski bara eitthvað svona akkeri? Ég sé eftir kannski að hafa ekki gert meira. Meira af list, meira af tónlist, meira af því að mála, teikna, eitthvað sem ég alltaf langar til þess að gera, skrifa meira. Þrátt fyrir það að ég... Þú ert alls farin að stinga niður penna. Ég alltaf skrifandi, en þetta allt sem ég bara held sko, mjög nálægt mínu hjarta og ekkert endilega að gefa út, en ég reyna að vera eins framtakssamur ég mögulega get. En það alltaf sko, þannig að koma að því að núna fer ég að hugsa ég hef ekki gert meira, en það er glatað að hugsa svona, en það samt ég hefði gert meira. Já, gerir kröfu til sjálf. Já, þetta sé ekki það, sem alveg gott að hafa, það alveg gott að hafa þessa kröfu til sjálfstíns sem náttúrulega alveg krúsjál. Ef að pabbi þinn myndi segja svona, ég hefði gert meira, hvað myndir þú segja við hann? Ég myndi segja við hann að þurfti ekkert að vera að pæla í því. Nema það, góða punktur, ég reyndar hef núna verið svolítið á raskatuna á honum að biðja hann að gefa út sólóplötu með frumsömdu efni, það sem hann semur sjálfur. Lúrir hann ekki á alls konar efni sem af því hann náttúrulega frábær lagahöfundur og textahöfundur, en hefur sungið rosalega mikið mestmegnis lög eftir aðra sem hann gerir mjög vel og hefur sagt við mig, ég söngvari og ég syng lög og ég hef aðeins verið meiri í því að semja mín eigin lög og eigin texta og alltaf og pabbi rosalega klár í því og það kannski mér langar að hann myndi gera meira því að mér langar bara til að hlusta meira á hann og hans lög og hans texta. Og hann ekkert að ná að svona mýkja í þess átt? Ég alveg að því sko og hann að bara fara að gera það sko. Þið spilið þá saman, það var bara hvað, bara fyrir nokkuð síðan? Já, bara á síðasta föstudag þá var hann að opna hjarta Hafnarfjarðar sem í Bæjarbíó og þar kom ég og Svala systir mín fram með honum og þar tókum við mörg lög og ég spila á gítar með hljómsveitinu hans og það var alveg uppselt mikið af fólki, allir að syngja með, allir þekktu hver einustu línu sem var sungið með öllu og tekið mjög vel í mín lög og lögin hennar Svölu og það var alveg dásamlegt, það var svo fallegt og svo góð gleðistund
Og eitthvað sem, eins og ég segi, sem við kannski átt að gera meira af í fortíðinni en hefur verið með þá lífi, við eigum alveg framtíðina fyrir okkur, við getum gert meira með foreldrum okkar, hvort sem við að gera list eða fara í kaffi og göngu eða fara í sund saman, hanga saman, þú veist. Akkurat. Þannig að allt þetta var dásamlegt og ég met þess svo mikils. Og líka bara eiga gott bakland, þú veist, eiga góða fjölskyldu sem elskar mig gegnum súrt og sætt. Þannig ég mjög þakkláttur fyrir það. Þú, já, ég meina að þú krummi mínus, ert samt, sko, við sem þekkjum þig, vitum að þetta svona harða, viðmót, ekki beint viðmót, heldur bara svona þetta útlitið, rockstjörnustælan er það tattúin hjá það? Já, og þetta er þú ert nefnilega svolítið svona hnoðri í hjartanu. Já, nei, ég hef alltaf verið það, sko. Já. Það er bara stundum þú getur kannski verið á varðbergi, að því maður veist ekki alveg hvaðan fólk kemur og hvað það vill frá þér. Og þú finnur svolítið fyrir því þegar þú nýtur einhvers konar velgengni í þessari frægðum sem ég er að tala um. Þú veist ekki alveg hvað fólk vill frá þér. Þannig að þú getur verið svona pínu á varðbergi og það getur komið fram sem einhvers konar að þú sért merkilegur með þig eða eitthvað svoleiðis, en það er alls ekki það. Einmitt. Ég hef heyrt fólk segja að þú sért merkilegur með þig. Já, ég meina að það er bara, þú veist, það er bara svoleiðis. En einhvern tímann sko í fortíðinni, kannski síður í dag. Það gerst í öllum, ef enginn talar illa þig, þá ertu ekki búinn að njóta einhverjum svona vissa velgengni, af því það er alltaf einhverju sem vilja draga þig niður og það er einhverju svona merki velgengni. Það er fólk sem vil draga þig niður frá þessu velgengni. Ég er ekkert að baða minn enn mikilli velgengni nema náttúrulega Mínus gerði vel og hljómsveitir eins og Legend gerði vel út af því að ég líti á velgengni sem það að geta farið út fyrir landsteina á litla þorpinu okkar og spila tónlist fyrir aðra áhorfendur. Það tel ég vera velgengnin. Að geta borið tónlist þína á aðra staði og fólk mætir á tónleika einhvers staðar í einhverju landi sem er 1000 kílómetrum frá þínu heimalandi og þau kunna textan eða það lætur þau líða vel, þau skemmta sér. Þú ert að skemmta fólki, þetta kemur allt út á það og þetta er eiginlega basically skemmtikraftur. Og það tel ég vera velgengni og það tel ég tel sjálf mig vera nokkur lánsaman þar. Þetta er svo þunn lína, sko, að því að þeir tónlistamenn sem ég þekki og svona eru svona í mínu nánasta, þeir tala þetta, sko, það er svo þunn lína, þú veist, að vera einmitt að skemmta og það er gaman og svo allt í einu kemur svona moment þar sem maður upplifir sig eins og bara sirkusabba. Já, það endar oftast þannig að það kemur alltaf eflaust tímabil sem er þannig. Og er það þegar að þú veist að peningarnir og þessi líka bara tónlist og list og menning skiptir rosalega miklu máli en það er aðrir hlutir sem skipta líka miklu meira máli. Þú veist, þetta er, þú veist, svo verða líka bara þetta leiðir á vinnunni sinni. Já, en ég á bara þessi dýrkun, að dýrka eitthvað leikara, að dýrka eitthvað fólk sem er að gera bara eitthvað sem það elskar og almúginn dýrkar það og það er rosa þunn lína líka. Mig langar einmitt að grípa þetta af því að þetta með að sko dýrka og líta upp til og allt þetta, sko þegar sko við vorum yngri og þá voru tónlistamenn svo rosalegar stjörnur og þau voru sko svo, og hvert og eitt hafði svona eitthvað uník og þetta voru svona frábæra fyrirmyndir. Algjörðu spámenn. Já, og þetta voru svona, það voru mjög miklar fyrirmyndir og maður einhvern veginn svona, maður bara svona dáði mitt og dýrkaði manneskjuna einhvern veginn sem... Já, allt voru svona popkúltúr og allt það, sko. En þetta hefur breyst svolítið, af því að sko, af því að fólk neytir tónlistar öðruvísi. Einmitt, eins og þú talar neytendur neyta tónlistar eða menningu eða list öðruvísi heldur en það var fyrir 20 árum, 30 árum, 40 árum. Ég meina, þú veist, þetta er til dæmis eins og
þegar plötur voru gefnar út 1940 þá voru ekki cover. Það var bara label af plötufyrirtækinu og nafni á artistunum. Það var svona eins og bækur. Síðan kemur einn maður sem ég man ekki alveg hvað hann heitir, en hann kemur inn sem ungu maður 22-23 ára gamall fyrir að vinna með Columbia Records og hann fyrir að fegra og búa til cover á plötur. Setja öðru sér liti, ok, gerum þetta koncept á coverið, þá byrjuðu plötur að seljast meira. Af því þegar fólk gat séð eitthvað fallegt í plötubúði eða í verslun, þá var það dregið inn. Þannig að þú veist, hvort heldur það sé betra? Því meira svona fegrar hlutina með litum og sköpunargleði, því betra er það. En sinna þetta að fara of mikið í það. Einmitt, ég að segja, en svo bara er maður þá að kaupa tónlistina og forsendum hennar eða er maður að kaupa umbúðinnar. Einmitt. Nákvæmlega, og þá er náttúrulega, þú veist, þetta er svo þunn lína á það allt, sko. Já, en það er einmitt, það er gaman að tala um þetta. Og hérna, ég er þeirra skoðunar að við erum ekki, sko, bara sem samfélag, af því að við erum pínlítið samfélag. Og við eigum ofboðslega hæfileikaríkt fólk. Já, alveg bara ógrynni, það er meira svo á mikið, þú veist, framboðir á mikið. Af hverju heldur það sé? Ég er með kenningu, sko, þú hefur örugglega heyrt hérna, þú veist að hérna börn frægra sem að alast upp við mikið ríkidæmi. Já. Þau oftar en ekki, alveg saman hvað foreldrar þeirra að gera, þá fara þau í list og sköpun. Einmitt. Og það svona sýnir okkur kannski að þegar við höfum nóg og höfum engar áhyggjur af framtíðinni. Eða ef þeir skortir, þá kannski gerum við meira af því. En svo er það þetta annað. En það segir okkur líka sko að hérna, það er okkur svo eðlislegt. Ef við getum valið okkur hvað sem við viljum í heiminum og þá þú veist, og við höfum öll tækifærin einhvern veginn á hönd okkar, þá er svo rosalega stór hluti þeirra sem að hafa svona meira, og þú veist, og eru með þessi forréttindi. Ég held að, þú veist, við erum rík þjóð, við erum Við erum náttúrulega umvöðan mjög fallegri náttúru og veðurfar sem breytist mikið og þannig að það er mikið svona skapsveiflur. Öðruvísi áhyggjur kannski og kannski meira svona einhvern veginn rými til þess að vera skapandi. Sko. Algjörlega, ekki spurning. Og einmitt, það er líka, sko, ef þú ert bara lokarinn í herbyggja allt þitt líf og ferð aldrei út úr húsi og þú ferð að búa til einhvers konar list eða tjáðu á einhvern hátt, þá er náttúrulega það sem hefur, það er það sem þú mun fá, það er það sem er í kringu þig. Þannig að eins og við erum hér á Íslandi með allir þessar fegurð og þessar ósnertu náttúru og eins og þú segir, náttúrulega ekki að díla við eins og sumar þjóðir hafa verið að díla við. Ekkert svona, engan gríðarlegan harm. Já, það er alveg svona, ég get fundið tíma til þess að tjá mig og skapa þetta. Já, bara herði, hver er ég sem manneskja? Já, þannig að þú bara svona farið að finna þig. Þú veist, dress og að leyfa börnum að leika sér svo mikið og þau geta til þess að finna hver þau eru, staðan fyrir að láta að vera alltaf að fara heim og læra heima, skilur? Ég hef smá áhyggjur af þessu, sko, af því að nú hef ég svona glugga inn í... Eða 3 daga vinnudag, eða 3 daga vinnuvika, 4 daga vinnuvika, þú veist... Hugsa hvað væri dásalegt ef við kemumst af bara með hérna, þú veist, að vinna bara miklu minna og hafa bara svolítið gaman og fallegt og næs og hérna skreiti kringum okkur. En síðan náttúrulega verður til frábær list líka úr þjáningu og hérna, volæð og þunglyndi og kvíða og öllu því. Og það er sko sá essens, svona listakjarni, þú veist, hann er einmitt svo, hann er svo rár, sko. Hann kemur, þetta er allt, þú veist, þetta eru allt bara tilfinningar, bara sem eru bara komnar út og bara svona settar einhvern veginn svona, eða stílfærðar, sko. Já, og líka bara svo veðrið hefur svo mikil áhrif á okkur hér, hefur tekið eftir því, þú veist, hvernig veðrið er á Íslandi og hvað við tölum mikið veðrið og ég fæ svona sumarkvíða. Já, veðrið er gott, ég veit, og veðrið er kalt. Tengir þú ekki við sumarkvíða? Já. Ég bara, það er sól, ég verð að vera eitthvað. Ég fæ það. Já. Ég fæ það, bara svona, ég má ekki vera inni, ég verð að vera úti. Ég hafði ekkert að gera úti, þá samt, þú veist. Maður er bara eitthvað svona að mæla göturnar og bara eitthvað. Af því það er svo skortum skammti, veðrið gott viður. Já, og það er mitt, af því þetta er svona, hérna, þetta er takmörkuð auðlind og við svona gerum rosalega gott. Ég velti þessu svolítið fyrir mér, sko, að því að
samræðan í samfélaginu svo mikið, það svo mikið verið að tala eitthvað svona íslensk gildi og það sem sameinar okkur sem þjóð og þetta finnst mér mjög áhugavert sko. Og ég hef sagt frá því nokkru sem áður við borðið og fengið hingað til mín sko sérfræðingar til þess að svara þessari spurningu og ég fekk allsherjargoða og ég fekk hann Árna þjóðháttafræðing og til þess að spyrja bara hvað eru eiginlega íslensk gildi sem alltaf verið að tala og þeir sagði bara, þú veist, þetta ekki til. Nei, ég meina það að vera bara, þú veist að... það þetta sammannlega? Af því að það eru allar manneskjur með það. En svo það sko, en svo það eitthvað svona, ég á rosalega erfitt með þetta að finna út úr því sko hvað umræður. Nú man ég ekkert hvert ég var að fara með þetta. Nei, en það er rétt, að því, þú veist, hvað viljum við bara alltaf vera í torfkófunum bara, svoandi og frænkum okkar eða? Einmitt, svo það. Nei, þú veist. Nei, en það er rétt, íslensk gildi, ætla að segja ekki bara, hvað lánsam að hafa þessa náttúru og hreina vatnið sem við fá. Ég meina, er það ekki sem skiptir miklu máli? Einmitt. Þú veist, vera gestur í sinn, það reyndar það sem að Hilmar Örn sagði við mig, hann sagði bara háfamál, ef eitthvað íslensk svona guidelines við kannski líka megum ekki vera of sko nísk á þessari auðlind okkar sem við erum á. Af hverju erum við orðin svoleiðis? Ég veit það ekki, það einhvers konar eins og mér finnst þess að sé eitthvað svona viss veiki yfir heiminum. Þar sem allir eru einhvern veginn hálftíndir og veit ekki alveg hvað þeim finnst bara það sem að gerast í heiminum. Og ég tala nú ekki samfélagsmiðla sem náttúrulega bara búin að vera að mata fólk af alls konar ranghugmyndum og ég veit ekki hvað og hvað. Og meira þess að búa til nýja veiki af þunglindi eða eitthvað svoleiðis. Sko, ég held Tala og ótta? Já, algjörlega. Og ég held líka sko að við erum ekki búin til þess að sjá líf fólks 24/7, skilur. Allar þessar upplýsingar. Það farið bara allt beint í æð, nú veit ég alveg að hann var á Tenerife og hann og ég held að þetta að gerast í Súdan og þetta gerast í stjórnarfæri þarna. Það ekki náttúrulegt, það á ekki að vera svoleiðis og það hefur alveg áhrif á geðheilsuna og síðan náttúrulega líka bara eru sumir hræddir og þurfa bara meiri kærleika í hjarta sitt. Það bara það og þannig verður það bara. Það sem við þurfum að gera, ekkert endilega vera að berjast við eld með eld, eins og alltaf sagt. Heldur að reyna að berjast við eld með kærleik. Sumir myndu segja bara, maður á alltaf að berja nasista eða fasista eða rasista. En ég hef sagt það fyrir einhverju síðan. Hvernig var að reyna að skilja hlutina þess betur áður nú að, þú ræðst á vandamálið? Mér finnst þetta nefnilega vera svo mikilvægt. Það mikilvægast sem við getum gert akkurat núna af því að það hefur ekki virkað að kýla rasistana. Nei. Eða hæðast að þeim. Eða smætta þá og gera þá litla. Akkurat, jaðarsetja þá. Það virkar aldrei. Það miklu betra en að komast að þessu einhvern veginn kjarnavandamálsins og nálgast á þann hátt. Hvernig sem það er. Tengingu, ég held að. Já, ég held það. Og líka við erum öll góð. Skilur, við erum öll góð. Ég meina auðvitað sumir fæðast sem einhvers konar psykopathar og eru ekki meira samkennd og svona, en það einmitt andleg veiki sem við þarft að skilja. Manneskjan fæðist ekki sem ófreskja. Þú veist, eins og bara með fjöldamorðingja. Ég meina það er agalegt hvað þeir gera, en þetta eru veikir einstaklingar og til að skilja vandamálið, það eru að skilja af hverju eru svoleiðis. Það eru þið fæða svoleiðis, af því það er til veiki sem er svona, andleg veiki sem er svona. Já, og svo það svona nýjustu rannsóknir sem að í einmitt svona geðheilbrigði, það svona, ég svona ýta undir þessar kenningar að sko mörg svona hræðilega, hvað var að segja, svona sjúkleg geðveiki þar sem að einmitt svona samkenndarleysi og annað sé sko að miklu leyti tráma. Já,
einmitt. Og það getur sko verið, þú getur verið sko tráma, þú getur erft tráma. Já, já. Og hérna, Ekki spurning. að þetta sé hérna, og í því samhengi einmitt, þá hugsa maður líka sko, hvað erum við að gera við, Já. þú veist, alla þessa einstaklinga sem að alast upp í stríð og Já. þú veist, við erum að búa til, þú veist, við erum að búa til einmitt bara eitthvað svona hugsýki og Já. áframhaldandi Ég meina svona illsku. skilningsleysi náttúrulega líka svo mikið, þú veist, get ekki lagt á sig það að reyna að skilja hlutina betur. Og sko, þetta eins og ég segi, það út af því að upplýsingaflæðið hefur náttúrulega áhrif á fólk og fréttir og allt svoleiðis. Þetta skiptir svo miklu máli hver að mata hvern og á hvaða stað þú ert í lífinu þú ert að meðtaka þessar upplýsingar. Skilur? Já, Þú veist, þú getur verið ákveðið að leita. reiður Einmitt, og mjög já. slæmum stað. Þú vilt tilheyra einhvers konar hóp sem finnur einhvern hóp sem tekur með opnum örmum en sá hópur ekki að Alveg svo Preacha þegar þú varst fallega lítill góða og fannst hluti, skilurðu. rockarana, þú veist, Já, já. og hérna, Þú veist. fannst vinið þína, þú veist, og hérna, eða þú veist, Einmitt. við erum nefnilega bara öll svolítið eins. Já, auðvitað, við erum öll eins og þú veist, við tilhörum öllu eins og ég talaði um alheimskerfi og mér finnst það bara skipt svo miklu máli að við verðum að reyna að tilheyra einu træti, skilur staðan fyrir að skiptast allt í fylkingar og ef við reynum einhvern veginn að sína skilningu það skiptir mér mestu máli varðandi bara pólitík yfir höfuð þar. Já, einmitt. Við erum hérna, einmitt, við erum öll að leita þessu sama, við erum öll að leita af tengingu við aðra manneskjur. Já. Það er bara okkur eðlislegt. Ég meina, það getur verið manneskja sem finnst að vera að leita rétt og gera rétt en sem kannski 100 manna hópur sem sér það sem rangt og þú veist, en þetta einhvern veginn En hvernig náum við til Ég held að fólks, einmitt, þú veist, að því að við sjáum núna bara í heiminu, við horfum til Bandaríkjanna, þú veist, það bara, sko, uppgangur fasisma, bara, hann, sko, þú veist, hann fór úr bara, hérna, þú veist, ok, 30 og upp í 1000, Já. sko. Og, Ég því ég held að það bara hafi bara allt í einu búið til einhvers konar rödd fyrir fólk sem vill viðra skoðanir sínar sem eru á móti jaðarhópum. En Þetta af fólk hverju er þorði það- ekkert að tala um Einmitt. þetta fyrst. En af hvað það kemur gerir þessi það reiði núna í út af því að garð þú sjá, hópanna, sko? það eru fleiri sem Já. eru veikir í hausnum. Og það er hérna tengingin, sko, hérna, og bara, hei, samfélag. Já, en það er bara ekki rétt og þess vegna náttúrulega það gefur þessu fólki rödd til þess að gera það. Já, og það eru þetta ákveðin öfl sem að svona fýta inn í þennan ótta Já. og hafa beina hagsmuni að því að fólk sé mitt að hérna, vera vond við hvort Já. annað út af einhverjum fáránlegum ástæðum. Nei, nákvæmlega, það er bara svoleiðis og þess vegna allt kerfið veikt. Við verðum einhvern veginn að geta fundið leið til þess að laga þetta, ég veit ekki hvernig við förum að því. Nei. En kannski bara best fyrir okkur að deyja út og leyfa jörðinni Oh my bara God, ég hugsa þetta svo að oft. vaksa upp á nýtt, skilur, Já, og bara já, leyfa dýrunum og öllu því og við Já. erum bara farin, þú veist, Einmitt. veiran sem við erum. Einmitt, já, ég hugsa þetta Eins mjög og, oft, sko. þú veist, í alvöru, Já. að því við náttúrulega erum þessi sjálfstortímingar kvöð sem við erum með. Eins mikið við viljum hjálpa fólki, lækna, sýna samkennd, þá á saman tíma eru við Það er svona kjarnin í okkur. að tortíma sjálf okkur. Já, en það Á er einmitt, einhvern þú hátt. veist, Þetta er út af því að einhverju utanakomandi sem er svona rugglar í þetta okkur, einhvers sko. konar svona dikotomía, sko, sem ég átti mig ekki alveg á, en það er kannski af því við áttum kannski aldrei að vera til. Þú veist, áttum aldrei að vera með þessa vitund. Þú veist, við erum eina dýrið sem roðnar, skilur við. Og hvað það er sætt. Skilur við hvað ég við? Já. Þú veist, ekki dýr eitthvað roðnar og eitthvað, ég skammast mér svo mikið. Ó, hvað það er sætt. Ég hef aldrei pælt í En það því. er svona að við erum farin ofdjúpt, skilur við. Við erum svona vera sem er bara komin ofdjúpt. Við erum frekar bara að fylgja eðliskvötum og vera partur af náttúrunni, stinga tánum honni í sandinn, fara aftur í garðinn, taka við rafmagninu frá jörðinni.
heldur en að vera labbandi á steypu allan tíman í skóm. En það er líka sko að því að þegar maður fattar og opnar augun fyrir því að jörðin gefur okkur allt sem við þurfum. Allt sem við þurfum, að vera lækningar, þú veist, fyrir hlutum. En svo eru bara einhverju svona nokkrir aðilar sem ákveða að taka einhverja stefnu annað. Já. Og einhvern veginn svona taka og eigna sér þessar auðlindir sem við þurfum öll til þess að lifa af og einhvern veginn svona selja okkur það svo aftur. Akkurat, selja okkur aftur með því að endist lengur og virkar hraðar. Og sko, að við viljum alltaf fá allt strax. Og þegar ég hugsa þetta, þá verður ég stundum alveg svona, ok, þú veist, ég er bara með eitthvað svona, þú veist, lifi bara í eitthvað svona draumaheimi að við getum bara verið bara frjáls og góð við hvert annað og bara lifað af jörðinni, bara í sko litlum samfélögum, óháða landamærum. Bara svo fallegt að vera með þessi samfélög sem við getum fundið út, ok, hvað finnst þér skemmtilegast að gera? Ég elska að, þú veist, rækta kartöflur og vera svona green fingers. Ok, það skal þú gera það 4 tíma á dag. Hvað vilt þú gera? Og allir bara gera það 4 tíma á dag. Hvað gaman að ferðast þá færðu allt fæði og allt húsnæði og allt sem þú þarft og þú ert einu sem þú ert að gera þetta. Já, og bara þú veist, ég meina bara byggjum okkur hús úr. Ég veit þetta er svolítið kommunistalegt svona utopía. Já, en ég meina, en sko málið það. Er það ekki svolítið svona eins og the matriarchy átt að vera? Heldur en patriarchy með industrialismin kom og bara fokkaði öllu upp. Og það var eitthvað sem að ákvað, sko, ég segi stundum, ég lifi í annars manns draumi. Já. Og ég er svo óþolinmóð að þetta gerir mig alveg gjörsamlega brjálaða. Þess vegna ég á mjög erfitt með authority. Já, sama hér. Og ég á rosalega erfitt með að fella mig að sko einhverju svona sem einhver ákveður að sé rétta leiðin en ég er bara ósammála. Nei, nákvæmlega, þú veist, einhver segir svona á þetta að vera, bara, já, en nei, það eru margar leiðir, við skoðum þetta aðeins betur. Og þá kemur þetta inn með að sína skilning, sko, betur heldur en að segja bara svona er þetta. En eins og ég ímyndaður hvað væri dásamlegt ef þú þyrftir ekki að vinna ömurlega vinnu, borga ótrúlega háa leigu á mánuði til þess að vera innan einhverja veggja og sem bara deyrum við og sem bara búið, þú veist, heldur en að það sé einhvers konar svona, eins og þú segir, samfélag þar sem við öll blómstrum og gerum allt sem við elskum að gera, bara svona lítinn tíma á dag, þannig að taka ekki lífið til burtu með því eða tímanum í vinnu, eða til dæmis get ekki eitt meiri tíma með börnunum mínum. En hvernig er tónlistin? Hvernig er tónlistin á svona stað? Nei, hún myndir örugglega fara aftur í eitthvað svona lútur og svona. Já, einmitt. Af því að, sko, ég myndi að vera eitthvað, ok, það er bara, þú veist, það besta sem við eigum í, sko, tónlist er auðvitað, þú veist, er andspyrnan, sko. Já, ég meina, það myndir örugglega bara vera bara ókeypis, tónlistin. Já, en hún var... Sem væri þá brilljant. Og því að þá þarft ekki að vera að selja sjálfa þig til þess að vera að borga yfir þér húsþak. Og við værum kannski... Þannig ertu bara setjast við eldinn og þú spilar músík til þess að róa alla niður eftir fallegan dag. Já, búa til svona serimóníur og annað. En ég myndi sakna punks og noise. Þú var þar, sko. Ég meina, það var alvöru noise músík í gangi þegar fólk er að hlaupa í kringum eldinn öskrandi með primal scream. Ég meina, það er alvöru noise-ið. Það er alveg rétt. Og noise-ið í bara dýrunum og umhverfinu. En eins og bara til dæmis eins og þegar Beethoven, Mozart, ég er að tala þegar þessir ótrúlegu kompóserar voru uppi, þeir voru bara að spila fyrir kóngsfólki. Þeir voru aldrei að spila fyrir fólkið. Já, og þeir voru líka... Þeir voru bara bókaðir til að spila fyrir kóngsfólk og þeirra afkomendur. Það voru þeirra gig. Þeir voru píndir svolítið. Já, ég meina, Beethoven var illa píndur af föðu sínum, náttúrulega, sem fóru með hann og sagði, batt fyrir augun á honum og sagði, það getur enginn spilað betur á píanó en Beethoven, komdu hérna og við slúðum. Þá var hann challengera sem sagt aðra kompósera með að vera með bundið fyrir augun og notaði hann bara sem einhverja fjárkú.
Já. Þess vegna hataði Beethoven Mozart, því að Mozart kom svona frá ríku kórsfólki sem var svona, þú veist, kom ekki af fátækt. Nei, hann var nebo-baby. Snillingur, já, hann var nebo-baby. Já. Ekki Beethoven. En þetta er mjög interesting hvað maður held að þeir voru að halda tónleika fyrir bara fólkið í þorpinu. Nei, það var bara exclusive fyrir kóngsfólk. En það einmitt eins og við vorum að segja, þú veist, þeir voru ekki að gefa af sér af því að þá langaði það endilega. Já. Heldur var það vegna þess að þeir voru... En svona var umhverfið líka bara hvernig tónlistamenn voru komið fram við þá. En það var örugglega einhverjir gæjar á, þú veist, pöbnum hann að, þú veist, aðeins neðar sem voru að gera geðveikur hluti. Nákvæmlega, akkurat. Þeir voru bara eitthvað að djamma. Já, Og einmitt. Og talandi um að djamma, þú tókst með gítar. Ég tók með mig gítar, já. Já. Þú tekur iðulega með þér gítar, hvert sem þú ferð. Ég bara elska að spila á gítar og syngja og semja lög og það er eitthvað sem ég lagði mikið á mig bara frá blötu barnsbeini að reyna að læra að spila á öll hljóðfæri sem ég get komist í kynni við. Og spilar á öll hljóðfæri? Ég spila á píanó, ég spila á trommur, ég byrjaði sem trommuleikari, var trommuleikari í nokkrum harkjarnarhljómsveitum til þess að byrja með og í einhverjum rockhljómsveitum og það var alltaf píanó heima og hljóðfæri liggjandum á vergangi og ég tók... Er það mikilvægt fyrir barn? Mér finnst það, já. Það getur verið hvað sem blokkflauta eða þú veist, einhverjir trékubbar að berja saman. Mér finnst bara mjög mikilvægt að það sé hlutir til staðar fyrir börn til þess að leika sér með. Og þú getur fundið þetta út í náttúrunni með því að bara fara út í náttúrunni og finna eitthvað, þú veist, en... Einn trommari sem við þekkjum, hann segir að allt sé tromma, þess vegna sé hann tromma. Það allt tromma. Já. Ég meina, trommur Og segir, tromma ekki hljóðfæri. Það kemur allt frá... Hann segir það, einmitt. Frá ryþmanum, skilur við. Já, hann segir, trommur ekki hljóðfæri og allt tromma. Já, það er alveg rétt, það er ekki hægt að setja trommuslátt sem hljóðfæri. Trommusláttur bara sláttur lífsins. En þegar þú... Af því hjartað okkar slær. 100 bít á mínútu. Einmitt. Þannig að til dæmis þegar þú hlustar á poplag sem 100 bít á mínútu slag, það er oftast mjög svona vinsæl lög, af því það hefur hérna ryþma sem sama ryþma á hjartað okkar. Þegar við höldum á barni, grátandi barni, þá svona böngum við á það. Einmitt. Í takt við okkar eigin hjartslátt. Já, einmitt. Og það róar. Og það stoppar grát eða einhvers konar velíðan. Þannig að, eða ólíðan. Heldurðu það séu, ég pæli oft einmitt í svona hljóðum sem að við heyrum ekki, en þau eru þarna. Og það er einmitt eins og hjartslátturinn okkar og okkur svona, hann stafar út frá okkur. Já, algjörlega. Og það eru svona, einmitt, að því að við erum komin kannski svolítið langt frá náttúrunni, það eru svona alls konar svona soundtrack. Nei, bara eins og ég fór og gerði með Legend Industrial tónlist sem basically kemur frá verksmiðum, skilju, það þú heyrir fólk að, þú veist... Birmingham. Já, að vera að búa til og þá kemur allt inn, þú veist, hljómurinn frá því, þannig að það verður alltaf til eitthvað nýtt fallegt úr einhverju slæmu, ég meina þetta er eins og bara eins og þegar eitthvað blómstrar á milli, þú veist, það er dauður sandur og það er kannski, þú veist, eitthvað ryðgað járn, en það er samt vaxar blóm. Já, einmitt. Skilurðu? Það er alltaf hóp. Já. Já, það er mjög fallegt. Þú, þegar þú ert að svona, ég veit ekki, þegar andinn kemur yfir þig, er það svona sérstakt moment? Eða ertu bara alltaf í andanum einhvern veginn? Það er frábær spurning. Þú ert alltaf pínlítið í andanum, en þú ert alltaf að leita þér að einhvers konar listagiðan allstaðar og þú verður alltaf að vera opinn fyrir hlutum sem geta haft áhrif á þig. Þannig að til dæmis bara þú getur verið í góðum samræðum eða þú sérð eitthvað og heyrir eitthvað eða eitthvað svoleiðis, þá tekur það inn og getur notað það sem eitthvað sem þú mun skapa seinna. Þannig að þú ert alltaf svona smá þar, allavega hjá mér, en síðan þú þarft að fara í stellingar og virkilega leggja eitthvað niður
þá kemur að því að þurfa að safna þessum hlutum saman. Já. Þannig að stundum verður að hafa með þér bók sem þú getur skrifað niður hugmyndið þínar eða eins og í dag margir tala inn í síma sinn eða skrifa inn í síma sinn reyna að muna hlutina og þá einhvern veginn hefurðu efni við til þess að vinna úr. Já. Þannig einhvern veginn lít ég á það. Já, þetta er svolítið svona eins og að bara byggja sko kubbahús. Já, algjörlega, þú veist, og það er nákvæmlega það. Og sen náttúrulega er rosalega gott að, eins og ég talaði áðan, að vera opinn fyrir þessum öflum sem við höfum í kringum okkur. Þessi vindurinn í andlitið eða þú veist, Esjan í falli í kvöld eða þú veist, þoka er yndislega, rigningin í góð og allt þetta. Þannig að vera opinn fyrir því að verða fyrir áhrifum. Og einmitt að nota tilfinningarnar sínar einhvern veginn til þess og láta þeir svona stafa af manni og leiða mann kannski í einhverja svona... Það er það sem nákvæmlega gerir. Já. Ég meina þegar ég til dæmis fer í hljóðver og að taka upp lag og ég er búinn að ákveða í hausnum á mér hvernig lagið á að vera og hvernig ég vil að hljómi og hvernig þetta á að vera svona og sem því byrja að taka upp lagið þá allt í einu fattaði ég þetta er ekki eftir að vera þess að ég vildi hafa það í hausnum á mér. Af því núna er lagið að leiða mig í þessa átt sem það vill vera. Hvernig lagið vill vera. Hvað er best fyrir lagið? Hvað er best fyrir þessa sköpun sem þú ert að skapa? Já. Og leiðu þessari sköpun að leiða þig í þá átt sem það á að vera. Sko, þá er sköpunin sjálf búin að vera komið sinn eigin hug. Þetta finnst mér mjög áhugavert sko. Af því að svo erum við sko, af því að heilin í okkur og við erum svo klemd og komplexeruð að við sko förum að svona þvinga einmitt sköpunarverki kannski í einhverjar aðrar áttir vegna þess að við erum eitthvað svona hugmyndir. Nei, ég vil ekki að fara hingað, einmitt. Já, við erum eitthvað svona, ég ætla nú ekki að vera þessi típa eða það sko. Nei, nákvæmlega, því þú var einhvern veginn bara svona í blindri trú. Ég var alltaf, dást svolítið að því í þínu farikrumi að þú ert mjög óhræddur við að vera þú sjálfur. Takk fyrir það. Og þú Ég líti á það sem mikið hrós, takk. Já, og bara svona kjarnaður í þér sjálfum. Ég meina, en samt sko breyskur eins og allir. Já. Og tilbúin til þess að bara svona, horfast í augu við þig sjálfan þegar það við á. Já. En hvernig, sko, núna, sko, margir karlar lýsa einhvern veginn svona, ég veit ekki, það er þetta, þú veist, að vera komin á 50-aldur og það er einhvern veginn svona verða eitthvað svona straumhvörf hvort sem þau eru, ég veit ekki hvort það eru hormónar eða bara eitthvað svona, eða bara einhvern veginn svona pressa, bara svona samfélagslega pressa að einmitt vera einhvern veginn í einhverju móti og kannski vera búin að finna þig. Já, ég meina... Og þú veist, finnur þú fyrir þessu og hefur þetta, þú veist, hefur þetta áhrif á þína líðan? Þú veist, verður þú þungur, kvíðinn? Sko, ég held að kvíði og þunglindi er bara sem er fylgifiskur í lífinu sem við verðum einhvern veginn bara að meðtaka og díla við og stundum er að meira hjá sumum en ekki öllum. Oft er það óttinn við kvíðan sem einhvern veginn svona... Já, ég held að sko óttinn við óttan sé málið. En innst inni er þetta alltaf lægi átti því að mér finnst eins og ég talaði áðan líka að ég sagði að ekki vera hrædd við þinn sjúkleika þú veist það sem þér finnst vera að þér og reyna að hlaupa frá því þá áttu eiginlega frekar að hlaupa að því og vera í auga stormsins og þannig læru eiginlega best. Spurning með að karlmenn séu týndir þegar hún er 50 eða eitthvað svona, það getur kannski verið eða er það kannski bara betri þegar þau eru 50? Já, ég held það sko. Ég held að líka að við megum ekki halda að við séum svona allir þurfa okkur að halda svona mikið. Skilurðu? Góður punktur. Þú veist, þannig að við megum að líka vera það er ég veit nefnilega í burtu frá því, skilurðu mig? Ég veit nefnilega alveg hvað þetta er sko, af því að
í samskiptum mínum við, sko, karlana sem svona standa mér næst í lífinu, þá hef ég oft velt þessu fyrir mér að því að þeir eru svo ofboðslega uppteknir af því einmitt að að svona, þú veist, vera með svona, ég veit ekki, svona passa upp á allt. Já, einmitt. Og það er náttúrulega... Þeir mega ekki klúðra því. Það er náttúrulega svona eðlislegt við karlmenn að vera svona provider og allt þetta. Þetta er eitthvað svona steinaldadæmi, þú veist, sem náttúrulega kannski er ekki nauðsynlegt í nútíma þjóðfélagi. Já, þetta er líka orðið svolítið svona, kannski svolítið svona, hvað ég var að segja, svolítið svona skramblað. Já, orðið svona skramblað. Það komnar eitthvað svona skrýtnar hugmyndir karlmennsku og hvað það sé að vera provider. Provider er þetta bara að vera tilfinningalega og andlega og bara til staðar fyrir alla sem maður elskar. Algjörlega rétt, hárrétt, laukrétt. Og þannig ég tel að ef þetta hefði, sko, ég held að allt fer í gegnum einhvers konar prósess, þú veist, og hlutinni breytast, umhverfi breytist, koma nýjar kynslóðir, samfélag breytist, þannig að maður verður eiginlega að muna að breytast með samfélaginu og réttan hátt, staðan fyrir að vera á móti, skilurðu. Mér finnst þetta áhugavert og vera þrjóskur, skilurðu, gagnvart því, og ég tel það vera svolítið svona mikilvægt mál að hafa með sér. Ég nefnilega hélt aldrei að ég yrði manneskja sem að væri bara eitthvað herði, hér er ég fertug og ég er bara svona með króniska nostalgíu og og langar bara í heiminn sem var. Já, ég fæ þetta líka sama, þú veist, auðvitað að því sko minningin segir hvað allt var æðislegt það, sem að var örugglega alveg eitthvað, en það er kannski aðeins meira en það kannski var í minningunni. En ég held þetta sé líka sko að því að betra heitir að minninguna frekar heldur en að vilja fara tilbaka, þú veist. Framtíðina er líka óráðin, sko. Já, og en á meðan að ég veit hvernig fortíðin var. Þannig að það er auðvitað leitar hugurinn þangað, sko, frekar og í eitthvað öryggi. Sem er náttúrulega svo, sko, og líka nostalgíu tilfinning er alveg ótrúlega öflug tilfinning af því að, sko, talandi tónlist eða eitthvað bíómynd eða málverk eða föt eða eitthvað svoleiðis. Þegar þú sér það eða heyrir það, þá einhvern veginn ferðast alveg aftur í tíman og færð alveg þessa tilfinningu sem lætur kannski sakna hennar að með því ekki að veist, þú ert ekki á staðnum en það leiðir að ferðast. Þannig að það er viss tímavél. Það nota það, þú veist. Pabbi sagði svo sætt við mig daginn. Hann sagði við mig, ég var að keyra Langholtsveginn og það gerðist eitthvað svona mjög undarlegt af því að ég fekk svona bragðið af svona bananasamloku og svona súkkulaðimjólk í glerflösku. Já. Af því að hann bjóð þarna það lítill. Einmitt, það var það sem það var. Og hann einhvern veginn fór einhvern veginn svona akkurat inn á eitthvað pað. Já. Það sem að hann bara, og hann fann bragðið og mér fannst þetta eitthvað svo krúttlegt. Nei, það er bara dásamlegt af því ég var að fara í gegnum gamla ljósmyndir, ég sem sagt fann gamlan harðan disk frá 2004 eða 2005 og fann allar þessar ljósmyndir sem ég hef búin að taka bara á þess að ekki á síma á þeim tíma en jú, það var eitthvað svona lélega ljósmyndir á síma sem var bara gamla ljósmyndir frá þessum tímum. Já. Og ég bara svona, vá, og ég fór í gegnum þetta allt og ég setti tónlistina á sem við vorum vön að hlusta á þessum tíma. Þannig ég fekk bara svona alveg allt beint í æð og ég einhvern veginn svona, vá, herru, ég þarf ekkert endilega að vera með þessa þrá, þessa fortíðarþrá. Nei. Af því ég get alveg nálgast hana með því að sem ég hef geymt í minningu minni og geymt. Það er mjög fallegt. Hún er ekki farin, hún er ekki, tilfinningin er ekki farin. Nei. Það þarf bara stundum að sækja hana. En síðan er búinlega eðlilegt að vera með fortíðarþrá. Ég meina það minnst það bara fallegur hlutur. Og það er einmitt eins og þú segir, mikil fortíðarþrá í tónlist. Já. En meina sem ég er alveg ógeðslega mikið inn í af því ég elska gamaldags músík og ég elska allt sem var svona í fortíðinni tónlistilega séð og það er bara eitthvað sem ég hef persónulega mikinn áhuga á. Þú ert nefnilega svona eins og bara Wikipedia Google þegar kemur að tónlist. Þú nefnilega veist ég bara les mikið og ef ég hef áhuga á einhverju þá... En hvernig finnur þú tónlist til dæmis? Hvernig finnur þú nýtt tónlistafólk, nýtt gamalt? Já, einmitt, nýtt gamalt, einmitt. Ég finn það bara með því að sko, ég kaupi mér kannski
plötu á vínil og ég les kannski viðtal við tónlistarmanneskjunnar. Já, þú ferð alveg í svona background check. Já, og þá alveg nefnir manneskjan einhver nöfn og ég, ok, hver er þetta? Check á því. Og þannig einhvern veginn, Já, þú ert, það er svona fleitið þér áfram. já, þú ert bara að stúdera tónlist. Ég reynir, ég meina því ég er svo mikið tónlistarunnandi. Ég bara elska tónlist svo mikið. Ég elska að lesa um hana, ég elska að hlusta á hana, ég elska að fræðast um hana, fjalla um hana, spila hana, auðvitað. Ef þetta viðtal væri með soundtrack, hérna, viltu spila það fyrir mig á gítarinn? Hvað meinarðu þá? Ef það væri, ef þú, hérna, þú veist, ef þú ímyndaðir sound, já, þú ímyndaðir svona stef, svona þemin í þessu viðtali, þú veist, það er eitthvað svona, það er nostalgía og það er eitthvað drömkennt, en svo líka bara svolítið. Fallet gítarstef, kannski með einhverju svona nútímalegum áhrifum. Já. Viltu pröfa? Spila? Já, ég skal spila lag sem er af plötunni minni sem er að koma út. Heyrðu. Sem ég nú alveg spilað eitthvað live en ekki hérna í stúdíói. Og hvernig plata er þetta? Platan mín er öll að koma til, hún er eiginlega að vera tilbúin, er að mixa hana núna eins og að hljóðblandana. Ég er rosalega ánægð með þessa plötu, þetta er búið að vera Hvernig tónlist er þetta? Hvað er þetta? Þetta er svona söng og lag höfundamúsík sem er undir áhrifum af svona þjóðlagatónlist og svona americana má kalla þetta. Þetta er svona blanda af country og þjóðlagatónlist og söng og lag höfundamúsík, textar og þar sem tónlistarmaðurinn er að spila og syngja. Það er svona söng og lag höfundamúsík. Þú sest niður með gítarinn, semur, þá spilar á gítarinn og syngur. Þannig músík. Þessi plata er búin að vera í bígerð í 5 ár. Ég byrjaði að vinna í henni 2020, bara þegar COVID var basically rétt fyrir COVID. Og loksins er þetta alltaf klárast. Þetta er búin að taka langan tíma. Já, en kannski er það bara góðir hlutir gerast hægt. Ég er búin að gefa út í millitíðinni. Já, en þú veist ekki það þurfi. Og einhverja smáskífur. Nei. En þetta er svona platan sem ég er búin að vinna að bara þetta er eitthvað sem mér langar að þessi plata er svo mikilvæg fyrir mér af því að alltaf því mér langar bara að gera það besta sem ég mögulega get, eitthvað sem ég er reikinn af og ég get ekki annað sagt að ég hlakka rosalega mikið til að gefa þetta út og leyfa fólki að heyra. Rosalega mikið til að heyra allavega tóndæmi. Já, ég get á ég að taka eitt lag? Já, endilega. Er það í lagi? Auðvitað, þetta hér er allt. Alltaf með gítarinn. Hvernig gítar ertu með? Ég er með sem sagt Martin gítar, þeir heitir Martin, það eru nú margar góða tegundir af gítarum. Það er svo gaman að spyrja gítarleikara út í gítarana sína, þetta er svo mikið tilfinningamál, sko. Þetta er Martin D41, þetta er sem sagt þeir fyrstu sem bjuggu til kassagítara, það voru Martin, þetta er sem sagt þetta er frumkvöðullinn. Þetta er bara OG. Þar sem sko af því að gítarar voru fyrst án þessa body. Gítarar voru fyrst bara hálsinn. Og síðan komu Martin, fjölskyldan og bættu þessu við. Þannig að þú varst með þinn eigin magnar og þetta er magnari. Eins og Beethoven gerði þegar hann var orðinn eiginlega alveg heyrnarlaus og átti náttúrulega bara einhverja litla heyrn eftir til þess að gera. Var það ekki 16. symfónían sem var síðasta symfónían sem hann gerði. Þá flutti hann út á land, lét píanóið sitt inn í miðjan garðinn hjá sér og bjó til svona auka magnar ofan á píanóið sitt til þess að magna upp hljóminn svo hann heyrði betur. Og hann var meira sem er rör, svona járnrör sem fór í gegnum píanóið við kjaftinum á sér til þess að heyra. En hann basically fann upp á mögnurum, hann á ekki patentið með því en það var stólið á honum með þetta eins og það var gert. En já, þessi tjúni, maður sjá. Það má bara stilla og spjalla, sko. Ég held að það sé alveg ok. Já,
Ég lefum að sjá, það vera með hérna... En hvernig rataður svona inn í einmitt þessa svona þjóðlaga kendu og amerikana? Amerikana þýðir bara það svona regnhlíf yfir, þú veist, R&B, blues, rock, country, þjóðlaga tónlist, 100 ára gamla hillbilly músík. Þetta allt sögur? Já, þetta mikið sögur. Þú segir sögur og þetta alveg bara svona, þú veist, 3 hljómar og sannleikurinn, en ég hef bara ólst upp í þetta. Móðir mín og faðir minn hlustuðu svo mikið á þessu tónlist og gerir enn og þetta eitthvað sem ég ólst upp við að hlusta á. Ég var obsessed af Bob Dylan og öllum þessum frábæru laghöfundum og mér fannst ég bara, ef ég ætla virkilega að gera tónlist og semja tónlist, þá verði ég að geta spilað á gítar og sungið og samið texta og mér fannst það bara vera óslega mikilvægt. Þannig að ég æfði mig bara öll þessi ár og sen loksins einhvern veginn því ég var orðinn fannst ég vera orðinn svona allt í lagi, þá alveg, ok, núna get ég kannski tekið upp eitthvað, gefið út eða, þú veist, þannig að ég byrjaði reyndar að spila með Frans Gunnarssoni í Moody Company sem var 2001 og þá var ég að byrja að leika með kassagítar með honum og við gáum út 2 lög og sen var ég alltaf auðvitað með Mínus að spila og sen gerði ég bandið Esja með Daniel Ágústi, þannig ég var alltaf svona að bíða eftir rétta augnablikinu til þess að eiginlega bara koma með það sem ég langa alltaf til þess að gera og það að vera söng og lag og höfundu bara með gítarinn og bara sóló já, bara sóló dæmi sko. Þannig að já, það er basically það sko. Það er bara svo gott að geta farið hvert sem er og spila tónlist á þess að þurfa þú veist, ekkert ómak, þú bara mætir og getur spila hvað sem er. Já. Þetta verður Getur sitið heima hjá þér bara í sófanum og spila. Dýri Guðmundsson, blessi minning hans, hann var svona líklega gítaróðasti maður sem að ég hef hitt. En hann var alltaf að spila. Alveg sama hvað, hann einhvern veginn... Það er það sem hann verður að gera. Það er bara... Og það var svona alveg sama hvert það kom og það er nefnilega, og það er svo merkilegt, hvernig maður saknar einstaklinga sem að maður elskar og missir að það er svona, það myndast svona ákveðið tóm, sko, af því að það voru svo mikið læti alltaf þar sem Dýri kom, en það er einmitt þetta svona, mér finnst þetta heillandi. Já, mér líka, ég elska þetta, ég og einmitt að setjast út, við byggum í London og komum í heimsókn og hann labbaði bara einhvern veginn út með gítarinn og þú veist, svo bara svona liðu 2 tímar og allt í einu kemur maðurinn inn aftur, þá er hann búinn að setja einhvers staðar út á einhverju torgi. Já, bara böska. Og bara böska, þú veist. Og það er eitthvað svona, eitt af þessum ástæðum fyrir því ég var líka ástækin af þessu er einmitt að bara að vera að hafa séð böskara gennum líf mitt. Og mér alltaf finnst þetta svo rosalega fallegt og mér er svo því ég var lítill strákur að ferðast með móður mín og föður mínum og var það lánsamur að geta ferðast með þeim til annarra landa, bara til dæmis í Ítalíu eða eitthvað svona stæði, þá var ég alltaf aðeinslega graviteitaði rosalega mikið til heimilislaust fólk og böskara. Mamma var alltaf, þá var alltaf bara komin bara hjá böskara og var bara, þú veist, þar. Af því að hann segir sögu? Já, bara dásamlegt. Mér finnst það bara líka að vera einhvern veginn, þú ert þinn svona eigin meistari, þú veist, þinn eigin smiður. Varst þú líka með svona draum að vera með svona tóbaksklút á priki? Já, þetta. Einmitt. Ég meina, hei. Einmitt, Ég er með tóbaksklút hálsinn í staðinn fyrir á priki, en já. Tóbaksklút á priki og einhvern veginn svona einmitt og spila á gítar svona. Ég hugsaði þetta líka, sko. Nei, ekki spurning, sko. Og ég ennþá með svona fantasíu óra það að ferðast allan heiminn bara með gítar og tróðu upp hver sem ég kem. Og veist, bara einmitt, út á torgi bara... Mér langaði að vera svona hópa og ferðast í lest sem, veist, að smygla mér á einhverja lest sem bara er að fara yfir. Hoppa á milli vagna og hoppa á milli vagna og vera bara hættan við það að vera böstaður og Já, við erum svolítið með sama flökku hopping, við erum með svona sama flökku hópó-drauminn. Ég hef alltaf verið með það alveg, ég veit að það er ennþá alveg til fólk sem gerir þetta en það er orðið miklu flóknar og erfiðara en já, ég hef alltaf elskað það. Þetta er alltaf orðið bannað líka. Þetta er orðið miklu meira bannað og tekið miklu meira harðar á því og þannig að það er búið að fæla marga frá en það er alltaf
fólk sem vill ennþá lifa þessum, hvað ég segja, ferðalanga draumi. Þannig að, já, ég gerir það, sko. Einmitt. En hvað heitir lagið? Herðu, lagið, þetta sem sagt titillag plötunar minnar sem er að koma út, sem heitir Rise and Fall. En sem við tala Rísa og falla. Einmitt. Og þetta verður sem sagt singull, hugsanlega. Kemur vonandi út bara í sumar. Þetta bara alltaf klárast. Ég vona að singullin komum bara í endan júlí eða byrjun ágúst. Þannig að ég get lett ykkur að heyra svona smá. Bara þegar tilbúið. Við það bara, er það leið? Að ég byrja? Endilega. Feel the wind of your hair and your wonderful stare. I love you without knowing how. Oh, where from where? See you dance in the moonlight, all dressed up in blue. Shut my eyes and the world drops. I only ask for you. Find a little piece of heaven and a little piece of hell. Together we'll face the odds, and we rub back at them. I know you so well, every corner of your soul. No, it's not easy to stand as one, rise and fall. We go by the river with whiskey in hand, and we drink till the morning comes, and we sleep in our van. Blackbirds, they are singing the existence of love and the danger of affection, about the rise and the fall. I know you so well, every corner of your soul. I know it's not easy to stand as one, rise and fall. We must go on. Kæra þakkir, elsku Krummi. Þetta var ótrúlega fallegt. Nei, takk fyrir. Takk kærlega fyrir mig. Takk fyrir að fá mig í spjall. Já. Frábært að tala. Já, við einhvern veginn svona náum að tappa af hann hérna í, sko, mun lengur en ég lagði upp með. Já, sko, vel það, hérna, líklega nær 2. Dásamlegt, bara takk kærlega fyrir mig, þetta var mjög ánægulegt og skemmtilegt. Já, og bara takk fyrir að treysta okkur fyrir þessu dásamlega lagi. Já, bara, þetta kemur út á það kemur það tilbúið. Já, þegar það er tilbúið. Þegar það á að koma út. Er það ekki þannig? Jú, það er tilbúið, sko. Það er að fara í mastering. Já, ég heyrði það er ekki hægt að, það bæta fullkomið. Nei. Það er bara þannig. Bara dásamlegt. Ó. Takk kærlega fyrir mig. Takk, elsku Krummi. Fortíðin var aldrei, hún aðeins er.
Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar.